þarf ég ekki að vinna ef að mér illt? Það spurningin. Ég í yfir 10 ár búin að eiga mjög reglulega mjög erfiðum bakmeðslum, þannig að ég bara sárþjáður. En ég hef alltaf mætt í vinnu. Ég alveg jafn sárþjáður heima hjá mér eins og í vinnunni. Og ég hef tekið upp þætti þar sem ég algjörlega að farast. En nú verið að ala því að ef þú finnur til einhvers staðar, að þá að fara til læknis og fá hlutóororku og svo búið að útbúa kerfið með því móti. Ef ég geri það, að þá ég jafnvel betur settur heldur en á laununum þegar ég var í fullustarf. Það var ekki við í mínum tilvikið, þetta ákveðin launabil og annað í þeim dúr, við höfum aðeins verið að fjalla þetta í spursmálum. Og þetta alveg eitt mál. Ég hef áhyggjur af verðbólgunni og atvinnuleysinu alveg sérstaklega. Vegna þess að ef atvinnuleysið eykst skarpt og verðbólgan fer ekki niður, þá erum við ekki að beita hagstjórnartækjunum rétt. Og því miður augljóst að stjórnvöld hafa ekki gert sitt til þess að draga úr verðbólgu. Kristrún sagði, ég með sleggjuna, ég ætla að lækka vextina og ég ætla að lækka verðbólguna. Núna segir hún, það mögulegt að við verðum með einhver aðgerð eftir páska, en staðreyndin svo að stjórnvöld eru ekki verkfæri til þess að ná þessu niður. Þannig að hún að lýsa því yfir að það var aldrei neins sleggja. Hún ekki í vopnabúri Samfylkingarinnar. Þó að ég sé á þeirri skoðun að ríkið hafi yfir að búa vopnum til þess að taka verðbólgunni og það væri til dæmis bragur að því ef þeir myndu afturkalla vörugjaldabreitingarnar á bílana sem að hafði mikil áhrif á verðbólguna í upphafi árs og ef þeir myndu afturkalla það núna þá myndi það hafa sömu áhrif niður á við. Þannig að það eru sannarlega verkfæri. Það sem ég óttast helst að nú erum við að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst og þá munum menn færa fram rök með og á móti Evrópusambandsaðild. Það ljóst að verðbólga hefur tekið íslenskt hagkerfi lengi og það hefur verið veikleiki í málflutningi þeirra sem ekki vilja fara inn í Evrópusambandið vegna þess að í Evrópusambandinu hefur verið minni verðbólga, þannig að vegna þess að það eru ríkt mikil stöðnun. En ef að verðbólga mikil hér, þá eru meiri líkur á að fólk samþykki það að hefja vegferðin í Evrópusambandið.